Kalli 6-0 tap hérna gegn Blikum. Hvernig tilfinningin svona beint til leik? Hún ekkert góð sko, en hins vegar þetta hrósa Blika-liðinu, frábærir einstaklingar og frábært lið. Og við náðum að halda aðeins eftir aðeins í byrjun og vorum með ákveðið gameplan sem svona, þetta lofaði góðu en svo þeir fengum okkur fyrsta markið og fórum að hlaupa úr stöðum og þá var mjög sárt að fá þessi annan mark 3 sekúndur fyrir hálfleik. Talar kannski fara að hlaupa úr stöðum en þið komist ágætlega undan þessum fyrri hálfleik. Svo tímundu búin að seinna hálfleik og eru lendað 5-0 undir. Hvað finnst þér að liðið brottið svona harkalega á svona stundum kafla? Það bara grátlegt og á ekki að gerast og við erum leikmenn sem að leggja sig gríðarlega mikið fram og aðrir sem kannski mætti fylgja því fordæmi en það vantaði upp á í dag og sér lagið þegar við erum búin að tala hvernig ætlum að gera hlutina í hálfleik og svo förum út og gerum eitthvað allt annað sem ekki gott. Tala leikmenn, erum með góða leikmenn alltaf en þið erum með 4 leikmenn á bekk, útileikmenn. Hvað veldur? Við erum bara með leikmenn sem verið frá vegna meiðsla og annarra verkefna og hefum getað tekið með eitthvað 3 leikmenn í hennar leik en því miður þá bara ákveðið að gera það ekki. Þú vonaði að styrkja ykkur eitthvað í glugganum með það? Ég gerir alveg klárlega ráð fyrir því. Og hvað þá planið, hvar sérðu fyrsta sigurinn, fyrstu stigin ykkar? Við reynum að fara í hvern einasta leik til að ná í stig og höfum gert það fyrir uppvæðu en því miður að þetta verið stundum upp og niður hjá okkur en við hefum náð köflum en við hefum ekki náð að tengja þessi köflum náðu vel til að klára heila leik. Segðu mér, Kílan Terrell, markmaðurinn, hún heldur ykkur bókstaflega bara inn í leiknum, leik má kalla. Hvað getur þú sagt mér hana? Bara frábær markmaður, góður karakter og skemmtileg stelpa og ég bara mjög ánægður með hana og því miður og þá þarf hún meiri hjálp með þetta. Svo talar því miður bara að lokum, finnst þér ekkert áhengjörni að liðið hefði getað fengið á sig 20 mörk og markmaðurinn hefði ekki verið ánægður í dag? Já, klárlega. Takk hjá.